Kæru fundargestir, ég vil nú byrja á því að þakka Skarphéðini Berg Steinarssyni kærlega fyrir frumkvæðið að þessum fundi og kollegum hans hjá Ferðamálastofu ásamt Íslenska ferðaklassanum fyrir að eiga þetta frumkvæði og skipuleggja þennan fund af því að umfjöllunarefnið hér er svo sannarlega mikilvægt. Ég vil líka bjóða fyrirlesarann okkar velkomna, alla sem einn, Mr. Lenski. A special welcome to you and thank you for being with us today. We are very much looking forward to your presentation, and I hope you will be able to take something away from the other presentations as well, even though they will be in Icelandic. In fact, I know you have already had a chance to discuss with some of the participants. The day is quickly approaching when your phones will be able to perfectly translate presentations such as these today into any language in real time. But unfortunately, we are not quite there yet. Even so, I will continue in Icelandic. Kæru gestir, ferðaþjónustan hefur á margan hátt verið leiðandi atvinnugrein þegar kemur að hagnýtingu upplýsingatækni. Síðustu ár hafa orðið stórstígar tæknilegar framfarir á ýmsum sviðum innan greinarinnar. Má í því sambandi nefna þjónustu flugfélaga, bílaleiga og hótela sem á farsælan hátt hafa innleitt tæknibreytingar og þannig laga sín viðskiptamódel að þeim tækifærum sem netið og upplýsingabyltingin hafa boðið upp á. Það er talið að fram til ársins 2025 muni verðmætasköpun í ferðaþjónustu aukast meira en $300 milljarða á heimsvísu. Þessi verðmætasköpun verður ekki síst drifin áfram af tæknibreytingum sem munu auka framleiðni og gera fyrirtækjum kleift að mæta aukinni eftirspurn eftir vörum og þjónustu sem klæðskerasaumaður að þörfum neytenda. Eftirspurn neytenda eftir stafrænum lausnum er auðvitað stór drifkraftur. Verslun með vörur á netinu eykst stöðugt og það gildir líka þjónustuviðskipti eins og ferðaþjónustu. Samkvæmt rannsókn á vegum Google árið 2016 koma 40% allrar netumferðar á bandarískar ferðasíður í gegnum snjallsíma. Sama rannsókn sýndi að sífellt fleiri taka ákvörðun kaup á vöru eða þjónustu á meðan þeir eru að skoða ferðasíður. Þetta sýnir hversu mikilvægt það er, raunar lífsnauðsynlegt fyrir ferðaþjónustufyrirtæki að taka þátt í breyttum heimi og tileinka sér nýjustu tækni. Í fyrsta lagi til að vera sýnileg, en í öðru lagi til að efla samkeppnishæfni sína og hámarka framleiðni. Samkeppnin verður að sjálfsögðu drifkraftur þessara breytinga. Fyrirtækin munu stöðugt þurfa að leita leiða til að bæta rekstur sinn. Tækninýjungar munu gegna lykilhlutverki við að bæta yfirsýn stjórnenda yfir tekjustýringu og birgðahald og gera þeim kleift að bregðast hratt við nýjum áskorunum. Tæknin hefur nú þegar truflað eða skorað á hólm hefðbundnar markaðsboðleiðir í ferðaþjónustu. Prentaðir bæklingar með fallegum myndum úr stórbrotinni náttúru landsins eru í auknum mæli að víkja sem markaðstæki fyrir hinum svokölluðu áhrifavöldum, sem taka myndir af sér á áhugaverðum stöðum og deila þeim með milljónum fylgjenda á samfélagsmiðlum. Skýrasta dæmi þetta hér á landi eru kannski vinsældir Fjarðargljúfurs eftir myndatökur Justin Biebers. Enginn veit hver verður næsti stóra áfangastaðurinn sem springur út með þessum hætti. En ljóst er að hér geta mun fleiri notið góðs af heldur en áður þegar markaðssetning á náttúruperlum var miðstýrt verkefni í höndum fárra frekar en í höndum fjöldans eins og í dag. Snjallsímarnir gefa líka möguleika á stýringu. Ef þið skoðið áfangastað í Google Maps þá sýnir forritið ykkur á hvaða tíma dags er mest álag á viðkomandi stað og hversu lengi fólk dvelur þar að meðaltali. Hér er því strax komin vísir að því að fólk geti tekið upplýsta ákvörðun varðandi tímasetningar þegar vinsælir staðir eru heimsóttir. Í dag snýst tækniþróun ekki síst hraða sjálfvirknivæðingu á grunni gervigreindar. Því er haldið fram að sjálfvirknivæðing þjónustu á 21. öldinni muni hafa jafnvel enn meiri breytingar í för með sér en sjálfvirknivæðing framleiðslunnar sem hófst í verksmiðjum Ford í Bandaríkjunum í upphafi 20. aldar. Ferðaþjónustan mun ekki fara varhluta af þessum breytingum og fullyrða má að ýmis störf munu hverfa, rétt eins og gildir nánast alla geira samfélagsins. Góðir fundarmenn, ég hef oft sagt að hægt sé að bregðast við fjórðu iðnbyltingunni á tvennan hátt. Við getum staðið aðgerðalaus andspænis henni og látið hana færa okkur á kaf. Eða við getum búið okkur undir hana, tekið rétt á mótinni, þannig hún lyfti okkur og beri okkur áfram í rétta átt. Í átt til framfara, hagsældar, framleiðni, arðsemi og lífsgæða. Í þeim tæknibreytingum sem nú eiga sér stað eru það fyrirtækin sem munu draga vagninn varðandi einstaka úrlausnarefni. Hlutverk stjórnvalda er að styðja við þessa þróun með almennum aðgerðum.
Eitt dæmi þar sem stjórnvöld geta lagt af mörkum styrking fjarskiptainnviða. Og við höfum einmitt í samvinnu við sveitarfélög unnið að því að koma á háhraðaneti allt land, sem vinna og nálgun sem leidd hefur verið af alþingismanninum Haraldi Benediktssyni. Ísland hefur hér töluverða sérstöðu og við sjáum það til dæmis í myndböndum hjá hröföldum á YouTube að þeim finnst það alveg einstakt að geta keyrt sveitahéruð þessara afskekktu eyju í Norður-Atlantshafi og á þessum sveitavegum sé ekkert mál að hlaða risastórum myndböndum á YouTube á nokkrum mínútum. Hér á ferðinni samkeppnisforskot fyrir íslenska ferðaþjónustu sem verður æ mikilvægara eftir því sem háhraðatengingar óháð staðsetningu fara að skipta ferðamenn meira og meira máli. Verkefni í framhaldinu að bæta þráðlausa dreifikerfi enn frekar og fjölga þannig snjöllum áfangastöðum allt land. Þar mun næsta fjarskiptabylting, 5G-tæknin, opna nýja möguleika. Nýsköpun mun gegna lykilhlutverki í þróun og hagnýtingu stafrænnar tækni. Stjórnvöld vilja styðja við þá þróun og í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar til dæmis kveðið á þak á endurgreiðslukostnaðar vegna rannsóknar og þróunar verði afnumið. Þá erum við að hleypa af stokkunum verkefni að setja heildstæða nýsköpunarstefnu fyrir Ísland, þar sem fjallað verður hvernig við tryggjum framúrskarandi umhverfi fyrir nýsköpun sem lykillinn að því að við getum hagnýtt okkur fjórðu iðnbyltinguna frekar en að láta hana færa okkur á kaf. Kæru gestir, ég mjög áhugasöm og spennt að heyra þau erindi sem hér koma á eftir og jafnframt að hlusta eftir góðum hugmyndum hvernig við getum í sameiningu gert Ísland að snjallasta áfangastað heims. Takk fyrir.